Hér á Hvammstanga í gangi heilsu átak fyrir ungmenni 16-20 ára. Hvers vegna fóruð þið út í þetta? Það kannski kemur aðalega upp þegar brestur á með þessu verkfalli, að koma þessu krökkum á lappir. Þannig að menn hafið eitthvað ástæðilega að koma hérna á morgnana og opið hérna í sund og þrekkindarsal og eins gáttu farið hérna bara í salinn og farið í fótbolta eða körfubolta, hvað þau vilja sko. Hvernig hefur þáttakan verið? Þáttakan var mjög góð fyrst og séu svona aðeins dregið úr þessu. Kannski svona erfiðar að koma á lappir þegar líður á verkfallin. En verkfallin sem betur fyrir búið. Já, þið hafi ekkert farið út í það bara að banka upp á hjá þeim? Ekki ennþá, en hugmyndin er góð. En hvers virði það, eins og þú segir sko að einmitt halda rútíninu og allt það sama á hverju dynur? Ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að menn komi hérna hefði í daginn og margar aðalega stúlkur sem mættu hérna 8 á morgnana og fóru hérna í sund og syntu 500 metra og sér fóru menn í pottinn og sér fóru einhverju að læra og aðrir lögðu sig aftur örugglega. En komu þó? Já, komu þó, það er alveg virðingavert. Það er líka bara svo mikilvægt að þessi krakkar hreyfi sig og hún segir haldi rútínu. En hvaðan kom þessi hugmynd? Ég held að uppálega komið frá Rakel sem er hérna sér dreifnámið sem kom þessu hérna til sveitarfélagsins og allir samþykktu bara góð hugmynd. En nú er þetta einmitt sá aldur sem að oft dettur úr íþróttum. Þú þekkir það sem íþróttakennari, er það ekki? Jú. Þess vegna ég er að kenna líka hérna við þetta dreifnám íþróttir og þannig að við snýst aðalum að krakkarnir finni eitthvað farveg, eitthvað íþrótti, eitthvað hreyfingu sem þeim er gaman að stunda. Saman hvort það er boltagreinar eða sundi eða almenn líkamsrækt, menn finni farveg, eitthvað fyrir sitt áhuga svið. Það er einmitt mjög fjölbreytt íþróttalíf hér á Hvammstanga, heyrist mér. Hvað þið með fjölmargar greinar? Eins og fyrir krakka grunnskólaaldri þá erum við með hérna íþróttaskóla fyrir yngsta hópinn. Síðan við bjóðum upp á blakaæfingar, fótboltaæfingar, körfuboltaæfingar. Við höfum verið með 5 leika þarna aðeins kannski biðstöðu núna. Og síðan er náttúrulega hestvanafélagi hérna mjög öflugt. Það er hérna með alls konar reiðnámskeið og síðan erum við hérna hestvanafélagin líka. Það er boðið upp á hesta 5 leika. Það sé að fáum stöðum á landinu boðið upp á svoleiðis. Síðan náttúrulega sundæfingar líka hérna og ég gleymi örugglega einhverju. En þetta er náttúrulega ótrúlega aðstaða á ekki stærri stað. Þetta er ansi mikil fjölbreytni og síðan fyrir þessa krakka eins og í þessu dreifnámi þá er hérna kvöldin, það er svona fyrir fullorðna sem allir geta mætt í, það er fótbolti, körfubolti, það er blak, það er badminton. Þannig að það er nóg fyrir stefni. Og heilsuvikan er nú ekki alveg búin ennþá, þið ætlið að vera út þessa viku, er það ekki? Jú, út þessa viku og vonandi bara nýta menn sér þetta svona í loka andurtökin að þessu og mæta hérna frítt í sund og svoleiðis. En ætti þetta ekki bara að vera stöðugt? Jú, það er náttúrulega. Þetta er kannski ágættir sem við leiðin í kosningar að lofa ykkur svona frítt í sund fyrir frítt í morgunsund. Það er kannski góð hugmynd.